Já, Kristján, enn eina ferðin ertu búin að draga mig í þessar umræður sem við höfum verið að taka upp hérna á mjög skemmtilegan hátt. Þetta er mjög skemmtilegt í raun og veru. Við erum alltaf að læra betur og betur á mannréttindið okkar við þessar umræður. Eða ég allavega læri mín mannréttindi mjög vel með því að skiptast á skoðanir við í þessum upptökum okkar. Gaman að tala bara svona upp á sig þó sem ekki alltaf með eitthvað fyrir fram á okkur eða séum ekki kannski endilega undirbúnir, þetta er bara spilað svona fram. Mér finnst það bráð skemmtilegt, en þetta er alltaf að því við höfum nú bækur Bjargar Thorarensen hérna fyrir fram á okkur báðar, tvær, þær eru frábær, hver annar er frábær stjórnskipunarréttur, undirstöður og handhafa ríkisvalds er síðari bók Bjargar sem kom út 2015 og nú ætlum þú ætlar að fara eitthvað og spurja með einhverja pælinga út úr stjórnskipunarréttur og mannréttindi sem kom út 2008 hjá Björn Thorarensen sem er prófessor í stjórnskipunarrétti við Háskóla Íslands í lögfræði. Í dag er hvað, sumardagurinn 1. eða ekki? Sumardagurinn 1. 24. apríl. 25. apríl. 25. apríl, já. 2019. Já, 2019. Þegar við vorum að ræða þess að gær, við vorum að tala, fórum að inn á þetta svið og þarna mér langaði til að fletta því að maður langaði til að fletta upp bara í að því við vorum að vitna í Björg og hún var nú mikils virtur lagaspekingur, prófessor í háskólanum og mikið leita til hennar. Samt er ekki eins og að sé ekki farið alltaf eftir því sem hún segir. En það segir hún það í bóksinu, hún er alltaf að tala þetta eru lögin, en svona er framkvæmdi, mikið hefur verið kvartað undan henni, talsvert hefur mikið verið kvartað undan henni og ofsalega mikið hefur verið kvartað undan henni. Framkvæmdinni. Hún sýnir lögin alltaf í bókunum sínum rétt, en framkvæmdina lýsir hún mjög oft að sé ekki í samræmi við lögin. Já, það sem að mér langaði, ég ætlaði að finna þetta hérna í bókinni, en ég er búinn að finna það hérna, að við vorum að taka þetta lengra bara, það sem hefur verið að gerast hérna á Íslandi, þessi mannréttindadómur sem fjall og hverju fylgt eftir og slíkt. Við erum að tala uppruni mannréttindakenninga og tengsli lýðræðishugtaki hérna og það stendur hérna í bókinni, ég má aðeins bara lesa. Í meginatriðum byggðust þar á þeirri skoðun að mönnum væri samkvæmt náttúrulegu eðli áskilið vissa réttindi og frelsi sem valdhafar ríkisins mættu aldrei skerða. Mannréttindi voru fyrst og fremst siðferðileg réttindi óháð lagasetningu einstakra ríkja og engin ríkisstjórn hafði rétt til að brjóta gegn þeim. Á þessu byggja síðan kenningar uppsprettu ríkisvaldsins. Allt vald handhafa sé sprottið frá borgurunum og hlutverk ríkisins sé fyrst og fremst að varðveita líf þeirra og frelsi. Í því markmiði samþykki menn að selja sig undir ríkisvald, veita valdhöfum heimildir til að setja ein lög og kjósa og slíkt sem ganga jafnt yfir alla en treysta þeim jafnframt þess að lögin og framkvæmd þeirra fari ekki í bága við náttúruleg réttindi þeirra. Þá eiga hlutleysir dómstólar að leysa úr deilum manna samkvæmt settum lögum. Bregðast valdshafarnir þessu trausti til að fara með vald, missa þeir umboð sitt. Svo er vitnað hérna í John Locke, Ríkjur ríkisvald frá 1689 og fjallaði það að þetta er svona samanbrúnt með gerð við kosningarnar að bregðast valdhafarnir þessu trausti til að fara með þetta vald sem eru kosnin til, þá hafa þær mist umboð sitt. Það bara gerist átómatist. Þá er spurning hvort þið farið sjálfið fram, hvort þið segið sér bara sjálfið frá verkum eða einhvern veginn fólk komið frá og það er það sem að hún tala um að þetta getur kallað á byltingu. Já, akkurat. Þarna sérðu, þú getur séð þarna, finnst þér þetta sjálfum, af því þú ert nú búin að ert nú Íslendingur og hefur lifað lengi á Íslandi, finnst þér þetta vera það sem er framkvæmt á Íslandi, það sem er skrifað þarna? Þau mannréttindi, hefur þú orðið var við að mannréttindi þín sem persónu sé virt eins og á að virða þau þarna eins og samkvæmt bók Bjargar Thorarensen? Nei, þau eru ekki virt sko. Ég held að þetta sé bara meira svona bara skrifræði, þetta er svona bara til punds og eins og ég var að segja við áðan, ég held að mannréttindi sko, þó þeir hafi svona sem aldrei verið virt hérna á Íslandi, að sko þegar við náðum einhvers konar hámarki, það koma inn í lögin hann 95 sko, hjá okkur að svona þegar við náðum einhverjum svona ímynduðu hámarki núna undanfarin ár og séu á hraðri leið niður aftur, þau náð toppnum og fellungarmaran er bara á leiðinni sko með mannréttindi niður toppinn hinum. Þetta er akkurat svo upplifun sem ég hef verið með sjálfur og hef skrifað
bæði mikið á Facebook og við hefum komið fram í öllum þeim upptökum sem við höfum framkvæmt hérna og ég hef skrifað í tölvupóstum sem ég hef verið að senda út vikulega til stjórnsýslukerfisins. Þetta auðvitað, það vanvirðing á mannréttindum á Íslandi ótrúleg og það að fólk skuli bjóða sig fram til þess að vera fulltrúi minn, það þýðir það fær atkvæði X frá mér eða þér til þess að setja svo kúgunarreglur á okkur á Alþingi að því lög eiga ekki að vera kúgun. Þú geta aldrei verið kúgun. Þú ert að segja að þú fyrirgerir réttiðinum ef þú tekur vinnuveitandaðinn og kúgar hann. Og það hægt að taka þetta bara til almennra vinnu út í bæ að sá sem að ræður sér vinnu á fyrirtækinu til þess að móla fyrirtækinu niður og þvinga vinnuveitandan eða halda honum í gíslingu eitthvað, hann auðvitað búinn að fyrirgera rétti sínum og mynda skaðabætur. Þetta alveg eins hjá stjórnkerfi Íslands og eins og í öllum öðrum þjóðríkjum. Það koma því að sko, ef ég les bara aftur, bara hægt þetta síðustu setninguna hjá Björgu. Í því markmiði samþykki menn að selja undir ríkisvald, menn selja undir ríkisvald, menn gefa frá sér vald, veita haldum heimildi til að setja inn lög sem ganga jafnt yfir alla, en með þeim skilur að þeir sem treyst til þess að lögin og framkvæmd þeirra fari ekki í bága við náttúruleg réttindi þeirra. Og nú ætlum við að tala Þetta hefur bara, sko, við höfum framselt sko ríkisvaldinu ákveðin réttindi, við erum að kjósa. Svo hafa menn, þeir hafa brugðist þessu trausti og þar af leiðandi hafa þær mist umboð. Þessi menn eru í fólk er í umboðsleysi. Það akkúrat það sem það er mín skoðun á íslenskri pólitík í dag, enda kosningar hafa ekki verið löglega haldnar á Íslandi síðan 1992 og málið það liggur fyrir kæra frá hópa mönnum út af kosningunum sem voru 2013 sem ekki verið búið að taka í gegn, sem ekki búið að ganga frá ennþá, þar að segja kærunni. Og þú ert að tala að þú ert að lasta þarna lög eiga að ganga jafnt yfir alla. Þá langar mér að spyrja lagasetningu sem ásýrt á Alþingi Íslendinga með Austurvöll. Þegar menn setja lögmenn, hvernig getur það verið lög sett á Alþingi þar sem ekki allir Íslendingar eru lögmenn? Það akkúrat þetta sem að það þetta með almenna auðvitað kemur fátt svör því að þetta eða lögum bara hjúkrunarkonur eða barnfósturur eða eitthvað. Þetta gengur ekki upp að því að lög skulu vera almenn og það vandamáli á Íslandi, það eru ekki almenn lög nema stjórnarskráin og hegningarlög frá 1940 þau stenda og þau heita lög númer 19 almenn hegningarlög frá 1940. Almenn, akkur tekið fram almenn af því þau eiga við alla íbúa landsins, stóra, smáa, gamla og unga. En það svo gott að því við erum að vitna í Björg Thorarensen sem dæmi, bækur hennar og svona aðeins að benda á hvernig svo öflugt fari hjá okkur þráttur að hún sé að kenna við háskólanum og mikilsvirt. Hún sé líka kenningar franska stjórnspekingsins Montesquieu eða hvað hann heitir greiningu ríkisvalds í 3 þætti, löggjafarvaldið, framkvæmdarvaldið og dómsvaldið, voru þannig studdar þeim rökum að hætta skapaðist af því að allt ríkisvald væri á einni hendi eða í höndum einnar stofnunar. En þá væri hætt við ofríki og kúgun. Er þetta ekki akkúrat sem að gerast heim? Jú. Fyrir utan það að tryggingin á ofríki og kúgun var að skipta þessu þrennt. Það er bara nafnundir. Framkvæmdarvaldið búið að gleypa dómstólana og löggjafarvaldið. Þú sér það náttúrulega að ef þú leikur þér að þessu með þrískiptinguna og við skulum segja að það tekið fram með þrískiptingu valds í stjórnarskrá Íslands og þá ætla ég langar mér að leggja fyrir þig spurningu í kjölfarið þessu sem þú ert að segja. Hvernig stendur á því að við kjósum forseta Íslands í almennum kosningum, við kjósum og hann einn handhafi framkvæmdarvaldsins 3 og við kjósum alþingismenn í almennum kosningum en við
dómarinn er skipaður af alþingismanninum sem að jafnframt er ráðherra þegar hann dettur í huga að vera ráðherra. Finnst þér þetta jafn gilda því að þetta sé mannréttindarlega kosið eða sem mannréttindi þín séu virt af þeim einstakling sem að sest svo í dómarasæti og dæmi þig? Nei, alls ekki, og svo eitt annað í þessu, alls ekki. En með því að gera þetta svona og fara eftir þessu, hvað sem þetta er löglegt eða lögleysa, þá eru þessi aðilar, þessi 63 alþingismenn, ég er ekki að tala um einhverja varamenn sem er ekki talað um, 63 alþingismenn og forseti Íslands, þeir hljóta allir að bera sameiginlega skapdar, en sólutu skapdar ábyrgð því sem er að gerast í öllu kerfi. Hárrétt. Forseti Íslands sem að núna situr á Bessastöðum, hann er með fjárhagsábyrgð á öllu því tjóni sem að einstaklingur telur sér verða fyrir sem að býr í íslensku samfélagi. Já. Og með honum eru stjórnans sem er Alþingi. Já, já. Af því hann þarf að skrifa upp á allar gerðir stjórnarinnar sem framkvæmdastjóri. Og þess vegna er hann og stjórnin ábyrg fyrir öllum mistökum sem eiga sér stað hjá öllum undirmönnum samfélagsins í íslenskri stjórnsýslu, og þetta er ekkert öðruvísi heldur en er annars staðar í heiminum. Þess vegna vanda menn vinnuna sína þegar þeir eru að taka á móti borgarunum sem að kaus þá í vinnu eða er að leita þjónustu hjá undirmönnum. Svo við flettum þetta aftur inn í bókinni hjá henni Björgu. Já. Mannréttindi sem þáttur í íslensku stjórnskipulagi. Rætum mannréttindakenninga tengst mannréttinda við aðra grunnþætti stjórnskipunarinnar. Svo hérna, segir hún, það er reglur mannréttindi eru ásamt öðrum grundvallarreglum stjórnskipun ríkisins réttari öllum öðrum réttarheimildum og torveldar er að breyta þeim inn almennum lagareglum. Sérst, þeir eru réttari, þetta er æðstu lögin. Akkurat. Og þá hún er auðvitað æðst, hún er búin til þess að því hún er siðferðið okkar. Stjórnarskráin er siðferði þjóðar. Þetta er samningur þjóðar við sjálfan sig hvernig hún ætlar að virða sjálfa sig sem íbúa. Þetta eru boðorðin 10 í útvíklari framsetningu. Bara vinnurögl í þjóðfélaginu. Sko, það fellur undir viðfangsefni stjórnskipunarréttarins að skýra inndæmisregla hvaða hömlur þær setja ríkisvaldinu og afstöðu þess gagnvart borgurum og einnig hvaða skyldur hvíla á ríkjum til að tryggja þessi réttindi. Það er náttúrulega hvílir engar skyldur á ríkinu til að viðhalda réttindunum. Það hvílir þess skyldur á starfsmönnum ríkisins að því ríkið er bara skjal. Starfsmennirnir eru þeir sem taka ákvarðanirnar, þeir eru þeir sem framkvæma og þar af leiðandi eru þeir sem eru ábyrgir, ekki ríkið, en það er bara skjal, alveg eins og borgin Reykjavíkurborg er bara skjal. Starfsmenn Reykjavíkurborgar bera ábyrgð á borgarstjórunum sem er að leika sér með fjármuni, núna byggja bragga og gera ýmislega aðra hluti. Já, já. Svo er hann að tala um hérna, stjórnarskrána frá Lífs Íslands, nr. 33 frá 1944, og svo aftur vitnar hann í legin nr. 7 frá 1995 sem er helguð mannréttindum. Upprunalegur tilgangur mannréttinda ákvæða í stjórnarskrá var að tryggja manni frelsi og vernd fyrir ágengi valdhafa. Þetta er allt frelsi eða trygging gagnvart misneytingu, ágangi valdhafa, misbeitingu hjá. Já, þú veist líka hverju grundvöllur lögreglunnar. Þú veist hverju grundvöllur lögreglunnar er að það er að halda allsherjarreglu. Og eða public order eða public disorder. Public order er allir geta gengið í takt. Það er að segja ég geti gengið öruggu fyrir aftan þig, Kristján, og svo fer ég fram fyrir þig og þá gengur þú öruggu fyrir aftan mig. Það eru það snúast lög. Þau snúast kærleika að við getum treyst hver öðrum. Og þess vegna er talað um public order, það er þegar löggan grípur inn í þá er það vegna þess að það er eitthvað að fara úrskeiðis sem getur valdið almanna óróa, og almanna óróa er ekki góður vegna þess að hann getur valdið almanna hættu og það er hræðilegt. Þetta er bara nákvæmlega saman eins og í kindahóp sem er út að smala kind, ef þú gerir eina kind hrædda að þá er hún orðin hættuleg hinum kindunum vegna þess að hún smitar frá sér og það allur hópurinn verður sjálfum sér hættulegur og þér líka sem er þetta smalaður. Og þetta er
á þessum grunni eru lög sett að halda það að við getum labba hver á eftir öðrum brosandi og hlæjandi en ekki hræddir og reiðir og án trausts. En sko, það svolítið forðanlegt sko, með stjórnskipunarréttur, sko, bókin heitir Stjórnskipunarréttur og mannréttindi. Og það vitnað bara í frá 1215 höfðu enskir aðalsmenn nýtt Jóhann konung landlausa til að gefa út frelsisskrána Magna Carta, þar sem öllum landsmönnum voru tryggð ýmis mikilvæg réttindi. Svo markmið frönsku byltingarnar náðist ekki fram næstu árum í frönsku stjórnskipulagi vegna ógnarstjórnar sem það ríkti og síðar keisaradæmis Napóleons sem stóðu til loka Napóleonsstríðanna árið 1814 og það svona Friðrik VII Danakonungur, það verið að tala upp Bandaríkin 1787. Allt mannréttindi virðast bara í upphafi snúast að réttindi fólksins gagnvart kúgurum. Já, það einmitt til þess að við séum ekki að slást, til þess að ég get labbað öruggur fyrir aftan þig og þú öruggur fyrir aftan mig. Og þetta vegna þess að þetta nauðsyn til þess að úrverði samfélag. Þetta ekki hægt, þú getur ekki búið með hópa fólki þar sem að enginn treystir neinum vegna þess að engar reglur gilda. En því miður eru engar reglur gildar á Íslandi í dag, það bara því miður. Og samkvæmt skilgreiningu bókar Bjargar Thorarensen sem þú þegar búin að lesa hérna að þá myndi vera ógnarstjórn á Íslandi núna, ógnarstjórn. Og það all hræðilegt ef við hugsum okkur það að þetta litla þjóðríki sem með 17. dýrasta forsætisráðherra á jörðinni að það sé ógnarstjórn í gangi. Bók Bjargar Thorarensen myndi lýsa því nákvæmlega þannig að á Íslandi sé ógnarstjórn. Förum aðeins inn í þetta, við erum að tala um þetta svona bara og blöndum þess aðeins saman af því að sko hérna í öðrum kafla forsaga og þróun mannréttinda ákvæða íslensku stjórnarskrárinnar. Þetta forsaga og ég kannski get bara að tekið einhvers stað hérna niður í þessu, það talað hérna, það bara taka niður af því að þetta gekk svo illa að koma á mannréttindum á Íslandi því að þau vildu bara meina að við vorum bara eigi át í Atlantshafi og ekki gilda sömu reglur á meginlandinu. Þetta væri bara þyrfti að hafa hjú og slíkt. Já, þetta var það sem þeir sögðu við kónginn Danakonung 1874. Gera undantekningar eins og alltaf. Já, að það þyrfti ekki mannréttindi þau sem væri að koma í Evrópu þyrfti ekki að koma á Íslandi og þeir vildi hafa inn í hjúaskyldu og vistabönd og þess vegna kom konungurinn sjálfur með stjórnarskrána því hann gafst upp á Íslandi. Lesa bara svona aðeins, kannski 1-2 mínútur. Ljóst að ýmis frelsisréttindi áttu ekki mikinn stuðning meðal íslenska þingmanna, hugsaðar, veitum við, og að tillögum ýmis mannréttindi tekið af tortryggni. Þingmenn tóku tillögur mannréttindi af tortryggni. Íslenskir þingmenn tóku tillögum af mannréttindum með tortryggni. Já, enda aðstæða hér að mörgleyti frábrugðin því umhverfi sem frelsiskröfur borgarastétta í dönsku samfélagi spruttu úr. Sérstök mótstaða var hér á landi við atvinnufrelsi. Enda var þá talið höggva að undirstöðum hins fábreytta íslenska bændasamfélags þar sem gildandi voru strangar reglur vistarbönd og vistarskyldu vinnufólks, strangar reglur og lausamennska var litin hornlega. Finnst þér þetta samræmast einhverju? Þessi skipan setti frelsi manna til að velja sér atvinnum miklar hömlur, gæti svona varðið vinnu, og gerði ógiftum og eignalausum einstaklingum illmögulegt að hefja sjálfstæðan búskap eða leita annarra starfa. Fyrir setningu stjórnarskrárinnar 1874 hafnaði Alþingi þannig öllum tillögum dönsku stjórnarinnar afnám hafta á atvinnulausum. Alþingi Íslendinga hafnaði öllum tillögum frá Danmörku afnám hafta á atvinnulausum. Ég ætla bara að klára þetta, ég veit þessa. Ný stjórnarfrumvörp voru lögð fyrir Alþingi 1867, 1869 og 1871 en ekki gekk enn saman með Íslendingum og dönsku stjórninni. Var megin ásteiningarsteinninn sem fyrir sambandi milli ríkjanna tveggja. Í öllum þessum frumvörpum voru mannréttindaákvæði svipuð fyrir tillögu dönsku stjórnarinnar og nær samhljóða ákvæðum nýrra grundvallarlaga Danmerkur frá árinu 1866 sem stóðu þá óbreytt frá fyrri lögum frá 1849. Á þinginu 1873 frestaði Alþingi þessi kjölfari þingvallafundar að semja og samþykkja nýtt stjórnarskrárfrumvarp.
og óskaði þess að konungur veitti því lagagildi ekki síðar en á árinu 1874, þannig að árið eftir. Til vara var þó gerð sú krafa að fjallist konungur ekki á þessar tillögur skyldi hann sjálfur setja Íslendingum stjórnarskrá. Viðbrögð konungs við þessari hótun var að setja Íslendingum stjórnarskrá hinn sérstaklega málefni Íslands 5. janúar 1874 án þess að hún hefði verið samþykkt á Alþingi. Var þar ekki farið að tillögum Íslendinga hvað varðaði sambandi milli ríkjanna. Byggði stjórnarskráin á skilgreiningu laga hina stjórnskipulegu stöðu Íslands í danska ríkinu, stöðulagana sem sett höfðu verið árið 1871 þvert á vilja Íslendinga, enda mæltu þau fyrir að Ísland væri óaðskiljanlegur hluti Danaveldis með sérstökum landsréttindum. Sérðu hverslands spillingur hefur verið ríkjandi og er ríkjandi ennþá í þessu ríki sem kallað er Ísland. Við erum ennþá... Ég skammast mér fyrir að vera Íslendingur. Ég bara eftir að lesa, eftir þennan lestur þið núna þessari bók, hérna núna Bjargar Thorarensen, stjórnskipunarréttur og mannréttindi, þá skammaðist mér fyrir að vera Íslendingur. Þetta getur ekki gengið svona. Þetta er svipað og gerist núna með mannréttindadómstóluna, eins og með forsætisráðherra, fjármálaráðherra, bæði segja þau og fleiri, já við þurfum ekkert þetta hefur ekkert lagalegt gildi á Íslandi. Við þurfum ekkert að fara eftir þessa niðurstöðu mannréttindadómstóls. Þetta er nákvæmlega sama. Það ætla að fara í trassu við það sem er að gerast. Þá er það bara nákvæmlega sama og þingmennirnir 1867 og þannig að þeir bara vilja ekki mannréttindi á Íslandi. Þeir vilja ekki hafa mannréttindi. Það er ógnarstjórn á Íslandi á 2019 og það er bara mín upplifun eftir að vera búin að bera saman það sem er að ske hér og það sem þú ert að segja og lesa upp úr bók Bjargar Thorarensen. Já. Ég hugsaði bara aðeins áfram. Á þeim tæpa aldarfjórðungi sem leið frá því að fyrstu drög að stjórnlögum Íslands voru lögð fram, þar sem Íslendingar fengu stjórnarskrá 1874, var þannig engin markverður ágreiningur upp efni mannréttindaákvæðanna og að ýmsu leyti gengu tillögur dómstólsins lengra en þær kröfur sem Íslendingar sjálfir gerðu. Má segja að Íslendingar hafi þar lagt lítið að mörkum og litla áherslu lagt á að ná fram sérstökum réttindakröfum, en ákvæðin komu nær fullmótuðu dönskum stjórnlögum inn í fyrstu stjórnarskrá Íslands. Þegar að skýringa er leitað á litlum áhuga Íslendinga á baráttu fyrir borgaralegum réttindum verður að hafa í huga að miðað 19. öld var íslensk þjóðfélagsgerð afar frábrugðin því sem þekktist í Danmörku og ríkjum á meginlandi Evrópu. Þá allar þetta er að gerast enn í dag og nú er 2019. Allt sem þú ert búin að vera að lesa er það sem ég hef upplifað á eigin skinni, allt. Núna og síðust 8 ár. Eitt hérna, svo talar um þetta. Hér á landi var við lýði fábreytt og íhaldssamt bændasamfélag sem tók hugmyndum ýmis frelsis réttindi borgaranna fremur fálega, eða að minnstakosti ekki að miklu krafti. Frjálslynd viðhorf með uppsprettu ríkisvalds og aukið frelsi einstaklinga sem við lok einveldis leiddu hins vegar til þess að vaxandi borgarastyrk í Danmörku og öðrum Evrópuríkjum eldist enn frekar og þar með kröfur afnám margvíslega hafta og frelsi manna bæði í atvinnulífi og öðrum sviðum samfélagsins. Já, það er til þess að halda alls að traustinu, því að trausti hverfur í kúgun og kúgunin og það var akkurat, þegar talandi þetta, að þá var OECD var hérna núna á Íslandi með kona frá OECD sem var að tala stöðu Íslands og regluverk. Og hún segir, regluverk Íslands er flóknara og furðulegra heldur regluverk allra annarra ríkja í OECD. Þetta gengur ekki upp. UPR skýrslan mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna sem að Íslendingar eru núna orðnir fulltrúar að 47 aðalfulltrúum í og meiri sem er varaformennsku í ráðinu út 2019. Þar þeir þykjast Íslendingar vera að berjast fyrir mannréttindum og kvarta undan mannréttindabrotum í öðrum þjóðríkjum, meðal annars Sádi-Arabíu og Filippseyjum og öðrum þjóðríkjum. En á meðan þeir að brjóta og tróða á hverjum einasta Íslending. Allavega mér, og þetta er skrifað í bókina hennar Bjargar, hvernig mannréttindin eiga að vera. En báður erum við hér og erum að upplifa á eigin skinni eitthvað allt annað. Já, hún segir hérna líka.
Með vísan til mannréttinda líka oft stuðlað að breytingum á framþróun í samfélaginu og stjórnmálasamtök eða hagsmunafélög byggja oft stefnum á sín á tilteknum mannréttindum. Þetta tvöfalda og samtvinnaða eða eðli mannréttinda getur verið örðugt að skilja í sundur. Að þessu leyti greina mannréttindareglur sig frá öðrum réttarreglum og að því leiðir að túlkun og beiting mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar vandmeðfarið verkefni þegar dómstólar túlka hvað fólgið í mannréttindaákvæðum og hvernig þeim skuli beitt í tilgreindu máli getur verið hætt við gagnrýni að þeir séu komnir út á svið pólitíska ákvörðunartöku og út fyrir hlutverk sitt. Sko dómari getur aldrei túlkað mannréttindi. Hann túlkar aðstæður hvers og eins. Og það getur aldrei snúist það að halla á mannréttindi annarkvors aðilans í réttarsal. Það er ekki hægt. Því að dómarinn á að skera úr ekki dæma Já. Og hann sker ekki úr deilur ef hann er farin að ákveða þessi eða hinni af einhver meiri eða önnur mannréttindi heldur en hinn sem er hinni með við hann. Það auðvitað gengur ekki upp, en það er akkurat þetta sem er að ske í dómstólum Ísland, þar sem að menn eru með skipunarbréf en ekki kjörbréf eins og í öllum öðrum þjóðríkjum á jörðinni. Landsréttur var dæmdur ólöglegur að Mannréttindadómstól Evrópu ráðsins í Strasbourg. Það dugar Íslingum ekki. Þeir segja, já, við settum 15 manns í dómstól, við tökum 4 út, og höldum svo bara áfram að dæma með dómstólum. Þeir skilja það ekki að það þarf að taka til. Þetta gengur ekki upp að vera með dómstól ríkisins að dæma fólkin í sveitarfélögum. Þeir get ekki átta sig ekki á því að þetta er rétt leysi sem er í gangi. Og héraðsdómurinn er á sama meiði að því að héraðsdómurinn er eign ríkisins líka. Þetta er stofnanir í báðum tilfellum. Og hvað þurfum við að gera við stofnanir til að dæma? Í ríkiseigu, þegar ég bý inn í Reykjavík sjálfstæðri og það eru svo búið aðrir í Kópavogi sjálfstæðu og Hafnarfirði sjálfstæðu, það er sjálfstæð sveitarfélög 72 á Íslandi, en ríkið er í verktökun í sveitarfélögum að dæma fólk. Og það er líka með verktöku með sýslumann í verktöku við að taka eignir af fólki og gifta fólk og skilja fólk. Og það er með kirkju líka inni sem er hætt að vera þar sem presturinn er hættur að vera með kjörbréf. Hann er með ráðningarsamning frá fyrirtæki ríkisins sem heitir Biskup, stofnun ríkisins Biskup Íslands. Og þetta gengur ekki. Við þurfum að sjá að þetta er verið að bara borða mannréttindin mín og borða mannréttindin þín og þá kannski margra annar Íslendinga. Hún segir Björg, sem áður segir eru upphaflega hugmyndir mannréttindi sprottnar úr fornu siðfræði og heimspekikenningum og vísa til náttúrulegs jafnræðis og frelsisréttinda sem allir menn hafa, óháð samfélagsgerð þeirra og aðstæðum, og valdum er óheimilt að brjóta gegn. Hún talar svo hún talar þessu tvennir réttindi, þetta skiptist í 2 flokka, neikvæð réttindi og jákvæð. Neikvæð réttindi byggjast fyrst og fremst því sjónarmið að einstaklingur skuli vera frjáls undan afskiptum ríkisins og réttindi hans séu bestri með því að ríkið sýni af sér athafnaleysi, það er bara láti fólk vera. Hann á rétt á því að frelsi hans sé ekki skert, hann á að geta stofnað félög, valið sína eigin trú og tjá sig svo dæmi séu tekin, án þess að ríkið skipti sér að því nema ströngum skilyrðum uppfylltum. Og eru réttindi þessum toga einkum að finna í 67. til 74. grein stjórnarskrárinnar. Svo með jákvæða réttindum er hins vegar að vísa til þess að þau leggja ákveðna athafnaskyldur á ríkið. Þau ákvæði stjórnarskrárinnar sem talin hafa verið til þessa flokks er einkum réttur til félagslegrar aðstoðar og önnur ákvæði 77. greinar stjórnarskrárinnar, en að mörkum þessara flokkunum má nefna réttin til atvinnu, félagafresti, réttin til stéttarfélaga í 74 og 75 grein, svo menningarleg réttindi á borð við réttinn til menntunar. Já, þetta er akkurat þetta, þú sagðir það áðan og las það, þegar þú varst að lesa þetta upp, þá kom það fram hjá þér, að þetta eru meginréttindin, neikvæð réttindi byggja á því að láta því í friði. Jákvæðu réttindin er framsetningin á því að láta því í friði. Þú ert alltaf frjáls. Það hefur engin leyfi til þess að trufla friðhelgi þína, hvorki hér við borðið, né heima hjá þér. Eignarrétturinn er líka friðhelgur því að hann farur og kaupir þér skó, akkur á einhver að geta tekið skóna þína. Það er á sama skapi að kaupa skó eins og kaupa sér buxur,
alveg eins og að kaupa sér íbúð. Þetta er bara, íbúðin er bara stærri fjárfesting. Hverju á hann voru geta tekið hann af þér ef þú lendir í greiðsluvandræðum, jafnvel þó hann hafi veð í henni. Af því veð er trygging, ekki tökuréttur. Hann er trygging fyrir því að það þarf að semja upp á nýtt. Það er að gera nýjan samning. Hins vegar ef þú neitar að borga, þá er kannski ekki óeðlilegt einhver taki að þér, einhver segir nei, ég fékk að vera fullt af lánin, ég ætla aldrei að borga. Það er óheiðarleiki og í andstöðu við siðferði stjórnarskrárinnar. Og þá er kannski ekki óeðlilegt að menn fari einhver að taka til gíra, en á meðan ég kem og segi því miður, ég tók hjá þér lán kæri banki eða bankastarfsmaður. Ég get ekki borgað það eins og ég lofa að borga það. Ég þarf að semja við upp á nýtt. Ef að bankastarfsmaðurinn segir nei, ég ætla ekki að semja við upp á nýtt, ég ætla bara að taka þér, þá er hann komin í gertæki sem er gjörsamlega ólöglegt. Bæði siðferðislega og samkvæmt öllum alþjóðasamningum og öllu því sem er að ske í að ganga í takt, það er að segja að halda allsherjarró, public order, public disorder. Björn segir í 6. kafla úrskurðarvald brot mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. Áskilnaður réttarríkisins, við erum oft talað um réttarríki hvort það sé ríki hennar réttarríki eða hvort það sé þetta réttarríki. Nei, ég líti á það eftir lesturinn á bók Bjargar, þá segi ég hér, Arngrímur, ég segi það að hér er ógnarstjórnkerfi. Smá lestur og svo ferði við það. Því hefur áður verið lýst að réttarríkið er ein af grunnstoðum íslensks stjórnskipulags. Í því felst að allt ríkisvald er bundið af lögum og öll íþyngjandi afskipti af réttindum borgaranna verða að hvíla á skýrum lagaheimildum. Ákvarðanir stjórnvalda mega ekki vera teknar að geðþótta heldur samkvæmt fyrirframsettum og birtum lagareglum sem fyrirsjáanlegt er hvernig verði beitt. Þetta er ekki lost fyrir. Jafnframt er það grundvallaratriði í réttarríkishugtakinu að unnt sé að leita á úrlausnar sjálfstæðra og óháðra dómstóla það hvort lagaheimild skorti fyrir afskiptum af réttindum manna eða hvort gengið er langt í takmörkunum á mannréttindum. Það markmið mannréttindaákvæðanna að vera vörn borgaranna í samskiptum við handhafa ríkisvalds verður orðin tóm ef ekki er til staðar virk úrræði fyrir borgarana til að fá úr því skorið hvort brotið hefur verið gegn rétti þeirra og raunhæfar úrbætur. Verða orðin tóm. Orðin tóm, já. Og það er það sem við erum að upplifa. Ég hef upplifað það, ég hef aldrei fengið... Það er ekki virk úrræði, það er engin virk úrræði. Nei, engin virk. Enda hefur hann skrifað það 2 bækur, Jón Steinar Gunnarsson, eftir hann hætti minnstakosti 2 bækur, ég held að hann sé konum með 3 ár. Þar sem hann hefur verið að skrifa geðþóttann sem dómstóllinn byggir á í Hæstiréttur. Ástu Björgvinsdóttir, fyrrverandi dómari á Hæstarétti Héraðsdóm hún labbaði út úr dómstólnum af því að henni ofbauð og hefur skrifað fjölda grein á Facebook geðþóttan í Héraðsdóm. Og geðþótt er það sem ég hef upplifað í íslenskri stjórnsýslu alls staðar þar sem ég hef komið. Ég hef búin að panta tíma hjá Guðna TH sem er forsetinn, ég fæ hann ekki. Ég hef búin að panta tíma hjá Bjarna Benediktssyni, hann lofaði honum og Guðni gerði það líka. Þeir eru báðir búin að svíkja eða ég veit ekki hvernig kannski ekki svíkja, þeir eru konar margir mánuðir og þetta gengur ekki upp, þetta er ekki þjónusta, þetta fólk eru þjónar en það tekur sér vald til þess að fara yfir mann og segja nei, þér liggur ekkert á. Sama tíma græt ég og græt vegna sem að mér líður svo illa. Já. Svo ég ætla ekki að segja í réttarríkishugtakinu felst í fyrsta lagi að handhafar framkvæmdarvalds megi ekki setja reglur sem eru andstæðar lögum. Í öðru lagi verða öll afskipti framkvæmdarvaldsins á réttindum borgaranna og íþyngjandi ákvarðanir að hvíla á lagaheimildum, lögmætisregla. Skilyrði að takmörkunum hvíla á lögum kemur fram í flestum mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. Þó eru sum réttindi sem eru talin fortakslaus og óheimilt að takmarka lögum eins og með bann við pyntingum og nauðungarvinnu. En svo kemur það hérna, við höfum rætt eftirlitsskylduna, bæði hjá dómstólum og Alþingi. Þá segir Björn hérna. Verður hér lýst nokkru meginatriðum varðandi dómstólaeftirlit og röksemdum að baki því. Þegar rætt er að eftirlit með framkvæmdarvaldinu, ber að hafa í huga að það er ekki eingöngu á hendi dómstóla. Alþingi gegnir einnig mikilvægu eftirlitshlutverki, en eftirlit þess með stjórnarframkvæmdinni er einn af hornsteinum stjórnskipunarinnar.
Eftirlit Alþingis með stjórnarframkvæmdum einn af hornsteinum stjórnskipunarinnar. Já. Við talum eftirlit. Löggjöfin móti jafnframt starfsskilyrði stjórnvalda og til þess að tryggja réttaröryggi borgarna gagnvart stjórnvöldum gilda sérstök lög um málsmeðferð hjá þeim, stjórnsýslulögin með 37/1903, þá starfar umboðsmaður Alþingis samkvæmt lögum nr. 85/1997 og hlutverk hans að hafa í umboði Alþingis eftirlit með stjórnsýslu ríkisins og sveitarfélaga og tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum landsins. Hann tekur meðal annars við kvörtunum um mannréttindabrot í stjórnsýslunni, gefur álit eftir rannsókn máls, þótt álit hans sé ekki lagalega bindandi með sama hætt og dómar, þau mikilvægt framlag til túlkunar á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar, ekki aðeins varðandi mörk framkvæmdarvalds gagnvart réttindum borgaranna, heldur einnig ýmsar skyldur sem hvíla á stjórnvöldum með vísan til réttindaákvæði stjórnarskrárinnar. Heldur einnig ýmsar skyldur sem hvíla á stjórnvöldum. Nú þekkjum við það báðir að umboðsmaður Alþingis, hann tekur til dæmis ekki að sér mál sökum anna sem eru eldri en 1 árs. Það bara fyrnist, bara mannréttindabrot eru fyrnd og hefðu þú fyrir að kæri, hvort að lögreglan eða umboðsmaður Alþingis, það brjálæði að gera, komdu seinna, komdu með skýrslu, gera eitthvað og svo segja bara, málið á gamalt. Það er persónuákvörðun hjá honum. Þetta er vinnuregla. Nei, það er akkurat það sem OECD var að koma til Íslands. Hún var að koma frá OECD, fórstjórinn, og hún var að tala um regluverk. Ísland væri furðulegri en á öllum furðulögum. Það er búið að setja svona furðuregluverk, kalla lög, þar sem að einhver samskipti milli tveggja persóna geta finnst. Og þar af leiðandi, og það auðvitað stenst ekki neitt, því að það finnst ekkert sem skeður á milli tveggja persóna. Og það er allt á milli tveggja persóna því þú athuga það að ríkið er ekki til, það er alltaf starfsmaður ríkisins. Og hann, Tryggvi Gunnarsson, sem er umboðsmaður Alþingis, hann hefur sagt við mig persónulega argrumur, lögin mig banna mér að hjálpa þér. Lögin mig, eða þar sem umboðsmann Alþingis, þá hef ég sagt við hann Tryggvi Gunnarsson, ég bið þá bara Tryggvi Gunnarsson persónuna að hjálpa mér. Hann vil neita því og þar með hann er fjárhagslega mjög ábyrgur fyrir skaðabótum í framtíðinni. Málið er það, en það kemur fram, þú varst að lesa það þarna, að umfjallarinn hans hafi ekki bindandi áhrif og af því að þau hafi ekki bindandi áhrif þá eru þau einskis virði og þar með stofnun umboðsmanns Alþingis sem á að hafa eftirlit með einhverju einskis virði. Þetta er eyðsla á fjármunum skattborgarans, Arngríms F. Pálmasonar og þeir eru þurfa að borga þetta mér tilbaka með vöxtum og dráttarvöxtum og öllum kostnaði. Það að skattarnir minni hafa verið notaðir í þennan leikaraskap. Alveg eins með Alþingi, með eftirlits- og stjórnskipunarnefnd og velferðarnefndir og fjármálanefnd og allt þetta. Ég fór fyrir eftirlits- og stjórnskipunarnefnd að undirlagi Ögmundar Jónasson að því ég var búinn að gráta í Ögmundi Jónassoni þegar hann var ráðherra og þingmaður og þegar hann var formaður eftirlits- og stjórnskipunarnefndar rétt á hann hætti, þá var eitt af síðustu verkunum að leyfa mér að fara fyrir eftirlits- og stjórnskipunarnefnd Alþingis. Ég átti hálftíma fyrirlestur fyrir framann 8-9 manns. Já. Og fólkið spurði spurninga en það bókaði ekki nokkuð skapaðan hlut af því sem ég var að segja og það skipti ekki neinu máli það sem ég sagði. Þá skiptir eftirlits- og stjórnskipunarnefnd engu máli heldur, já, Alþingis engu og það er alveg skott að leggja hana bara niður. Þá er þetta vegna þess að eftirlitið er ekki neitt og það skiptir ekki neinu máli þó borgarinn gráti fyrir framan þingmennina í eftirlits- og stjórnskipunarnefnd á fundi að það er ekkert gert. Ég er enn að gráta og hvað eru mörg ár síðan undir hætti, ég held að sé að verða 4. Já, þetta er bara það verið í að því það sé verið að menn eru að hlusta, horfa á þig, sperra eyrun og segja já, þetta er agalt að heyra og ég leiði mér að skoða þetta og svo gerist ekki neitt og það er bara verið að þæfa málið, það er bara verið að bíða, menn drepist og þetta farið frá og menn missi áhugan og viljan og það leysir sig bara sjálft. Þetta á alltaf ekki meina að leysa sig sjálft. Það er öfugt við það sem að skrifa í bók Bjargar og Björg, hún fjallar þetta og hún fjallar líka þessar ömurlegu framkvæmdir eins og þar sem að maður fer fyrir eftirlits- og stjórnskipunarnefnd eða Tryggvi Gunnarsson umboðsmann Alþingis og með engri niðurstöðu. Alveg sama þó maður hafi fullt af rökum eða lögreglustjórinn Reykjavík sem að maður setti 60 kærur og hann verður svo aftur skrifstofustjóri Reykjavíkurborgar. Og þetta er allt orðið svo fyndið að það er einhver lagi líkt og virti ekki kærurnar.
og það er þessi, ég meina, og eða ríkis saksóknarnir sem er með Sigríður Friðjónsdóttir, það eru 50-60 kærur og dómara þar sem er ekki með starfsleyfi dómarandir. Ég grét, fór labba út í Héraðsdóm mörgu sinnum grátandi og beint upp til Sigríðar Friðjónsdóttur og kærði dómarann sem ég var að koma frá vegna þess að mann á ekki að líði réttarsal þegar maður er ekki brotið neitt að sér. Það var að verða að ganga frá hjónaskilnaði þannig að maður þurfa að fara grátandi út úr salnum. Það er út af enginn að þurfa að líða svona. Eitt svona kannski sem er skilt en samt aðeins öðru sinn. Þetta er í bókinni hérna, lagaheimild skorti fyrir stjórnvaldsákvörðun. Lagaheimild skorti fyrir stjórnvaldsákvörðun. Eitt lykilatriði réttarríkisins, að tala um lykilatriði réttarríkisins, er lögmætisreglan sem setur það skilyrði að afskipti stjórnvalda af réttindum manna styðjast við lagaheimild. Jafnframt er skilyrði sett lagaheimild sem takmarkar réttindi sé nægilega skýr og fyrirsjáanleg. Því tilfinnanlegri eða meiri íþyngja sem stjórnvaldsákvörðun er þeim mun strangari kröfur vera að gera til skýrleika lagaheimildarinnar. Dæmi þetta er Hæstaréttardómur frá 1999, Good Morning America, þegar þeir komu hérna, talið var ekki verið nægilega lagaheimild fyrir því að handtaka hóp mótmælenda á Austurvelli. Á sama tíma og útsending fór það fram á vegum bandarískrar sjónvarpsstöðvar. Segir það í dóminum, handtaka manna sem hafa í frammi mótmæli sem þessi er viðurhlutamikil skerðing á því tjáningar og fundafrelsi sem verndað er á framangreindum ákvæðum stjórnarskrár. Af þessum sökum verður að gera ríka kröfur til þess að skýr heimild sé til handtöku í settum lögum, samanber 1. málsgrein 67. greinar stjórnarskrárinnar, samanber 5. grein laga nr. 97/1995 og 5. grein mannréttindasáttmála Evrópu, enda sé handtaka nauðsynleg af þeim ástæðum sem nefndar í 3. málsgrein 73. greinar stjórnarskrárinnar. Skildi þetta hafa átt við alla þá mótmælendur sem kannski voru handteknir vegna þess að þeir mistu sig einhvers staðar í mótmælum þeirra eftir hrunið 2008. Skildi þetta hafa verið framkvæmt. Hún formaður Eflingar núna, hún var handtekin inn á Alþingi, eina af 8 eða 9 og fekk á sig dóm fyrir það að hafa ráðist á Alþingi. Ég veit ekki hvort hún réðist á Alþingi eða hvað hún gerði, en hún með á sig dóm. Skildi það vera eiga við í þessari bók Bjargar þarna að það hafi verið farið offari gegn henni? Já, mér sýnist að það hafa verið og ég get ekki séð að menn hafi séð með að berja niður mótmæli með ofbeldi sem ríkisvald. Þeir gera það ekki það mikið ofbeldi en það er mikið mótmæli í Frakklandi. Ég get ekki séð, er lögreglan að berja það niður með, er hún ekki bara að passa mótmælandi með ekki einhver aðra? Sko það sem er að gerast, þessi Good Morning America dómur skemma eitthvað, það hefur engin rétt á því að skemma neitt. Já, þessi dómur Good America dómur er frá 1999, svo kom einhverju dómar eftir á alveg til 2006 fyrir hrun. En sko, þegar svona dómar koma, ég nú bara að tala upp mér, þegar svona dómar koma, þá er í einhverjum tilfellum er það bara þannig að þegar ríkisvaldið, er ósátt við niðurstöðu dómstóla, þá bara breyta þeir lögum. Þannig að næst verður þetta heimilt. Það verður bara að handtaka þeir næst. Þannig að dómarinn get ekki vísað í þessu lög. Það er bara að breyta lögunum ef þeir eru ósátt við einhvern úrskurð. þá er þessu bara breytt. Eftir þessu hún lest. Við erum alltaf að þrengja meira og meira af mannréttindum. Við erum komnir upp á toppinn af fjallinu, svo sögðum áðan. Við erum á hraðri leið niður í frjálsu falli með mannréttindi. Já, það er eftir lestur, sko, eftir þessi samskipt okkur hérna sem á lestiriðinum úr bók Bjargar Thorarensen, að þá verði ég alltaf, ég er búinn að segja það er ógnarstjórn á Íslandi og ég verð alltaf dýpra með dýpri og dýpri skoðun á því að það sé bara, tilfinning mín sé bara rétt á því. Og hún hefur verið ógnarstjórn á Íslandi allavegna frá 7. október 2008 þegar eftir hrunið. Menn hafa farið offari gegn mínu réttindum persónulega og það er ljóst að það eru margir aðrir sem hafa verið fyrir við líka upplifun og ég með það. Og bókin segir og skýrir það fyrir mér að ég hef rétt fyrir mér mín réttindi. En sko hún talar hérna á Björk, hún talar meðalhófsregluna sem eins og beiting stjórnvalds á lagaheimildum er andstæð þegar hún er andstæð stjórnarskrá.
Og tíðast snúast dómsmálum það hvað stjórnvald hafi brotið gegn mannréttindum með því að ganga á langt við beitingu lagaheimilda sem heimila takmarkanir á mannréttindum. Við þessar aðstæður reynir gæðan nokkra undirstöðureglur í stjórnsýslulaga, þá einkum 12. grein meðalhófsreglu. Samkvæmt henni skal stjórnvald því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmið sem stendur að verður ekki náð með öðru og vægara móti. Það að gæta meðalhófs, beita ekki meiri þrýstingi eða beita ekki alvarlegri úrræðum heldur en að þurfa, skilur, þú farir ekki all inn á fólki. Hefur þú upplifað að á þér hafi verið beitt það sem kallaði það sem hún er að reyna að því meðalhófsreglan, hvað er meðalhóf? Upplifin þín á einhverju meðalhófi milli mín og þín er eitthvað annað heldur en einhver annar hefur á milli sín og þess manns eða þessari þeirra konu. Meðalhóf er skilgreining, það er ekki föst og fast viðmið. Það er að stilla einhverju í hóf sem kostur er. Já, þú bara gera það sem þarf og ekki meira. Já, betur hvað þarf? Af því að málið er það. Já, það er mat nefnilega hvernig tíma. Nákvæmlega. Og þú myndir kannski upplifa að það sem ég segja sé meðalhóf gagnvart þér, að það myndir þú telja vera ofríki. Já. Og öfugt. Það er bara upplifunin. Já, það er upplifun. Og þú getur ekki sett svona reglur á skjal sem gefur einhverjum leyfi til þess að framkvæma eitthvað sem kallað er meðalhóf sem hefur enga viðmiðun. Já. Og það er þess vegna er stjórnarskráin skýr réttláta málsmeðferð og ég hef ekki fengið réttláta málsmeðferð í íslenskri stjórnsýslu, sennilega ekki frá fæðingu en vegna þess að það er búið að vera, við erum að skoða, áttum okkur á því að það er búið að vera hér mannréttindaleysi síðan landnám. Þú vorst að tala fæðingu og sjálfan þig. Úrlausn það hvað stjórnvald hefur uppfyllt lagalega skyldu til að tryggja mannréttindi. Það er á síðustu árum má sjá í dómum álitaefnum brot stjórnvalda á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar sem lúta skyldum stjórnvalda til athafna. Hefur nokkur áhrifaldi í þessum efnum verið jafnræðislega. Það er 65. grein stjórnarskrárinnar sem mælir að allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til atriða sem þar eru talin. Ég vísa til jafnræðisreglunum til stuðningskröfum að stjórnvöld hafi ekki gengið nægilega langt í aðgerðum til að tryggja mönnum eins og þér ákveðin réttindi til jafns við aðra. En yfirleitt er það einnig mælt fyrir þessi athafnaskyldu eða aðgerðir til að tryggja réttindi í sérstökum lögum. Sem dæmi þetta má nefna lög um málefni fatlaðra númer 59 frá 1902 sem hafa það yfirlýsta markmið að tryggja fötluðum jafnréttindi og sambærileg lífskjör við aðra í þjóðfélagsþegna og er síðan lýst í ákvæðum þeirra bæði sértækum almennum aðgerðum til að ná því markmiði. Þetta er málið það, ég er nú fatlaður og ég er búinn að bera fyrir mig fötlunina vegna þess að fötlunin, ég vann þangað til ég gat ekki staðið lengur út af heilsunni, það fætnar á mér voru bara búin að gefa sig, þannig að þá fór ég og naut þeirra réttinda sem voru fæðingarréttur af því að skemmtist í fæðingu og það var handrun læknis sem gerði það. Og fyrirtækið sem heitir Landspítalinn ber ábyrgð á starfsmanninu. Það var aldrei komið bætur fyrir það. En ég vann og skilaði sköttum þangað til að ég gat ekki meir og ætlaði að reyna að fara bara að ná heilsunni. Þá lendi í þessu hruni og þessari vitleysu kringur hrunið og síðan kemur hjónaskilnaður og ég er bara búinn að vera í eilíðar varnarbaráttu gegn lögfræðingum, 50 lögfræðingar, 60 lögfræðingar eða 70, kannski búinn að hafa tekjur af mér síðan 2011 og 20 dómar að koma í skilnaðarmál, þetta gengur ekki upp. Eitt annað, því við förum úr einni að við erum svo ruglaðir í þessu. Þarna við erum ekki ruglaðir. Já, aftur er ég að hugsa þennan dóm, eða sérst þennan dóm hjá sem fjallum daginn. MDE-dómur, Mannréttindadómstóll Evrópu. Já, og í samtöðu landsréttinum. Það stendur hjá Björgu, Ísland er aðeins öllum helstu mannréttindasamningum sem gerðir að því að, þá hef ég hafað í huga að það voru einhverjir að blása á það að þetta hefði ekkert gildi fyrir Ísland, lagalegt gildi því við varum á okkar lög og þetta var bara einhvers konar álit. En svo kom fram í fréttum, en nú vitna bara í Björgu. Ísland er aðalega öllum helstu mannréttindasamningum sem gerðir voru og eftir miðja 20. öld.
einkum á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins. Voru áhrif þessa samninga á íslenska rétt og túlkun íslenskra laga lítið sem engin fyrstu áratugina, en í kringum 1990, menn ekki bara að fatta það ennþá sko, urðu grundvallarbreytingar á þessu sem leiddu til þess að mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur hér á landi með lögum nr. 64 frá 1994 og mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar var breytt með stjórnarskrárlögum nr. 97 frá 1995. Svo segir hún, mikilvægur áhrifavaldur í þróun íslensk réttar varðandi mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar undanfarna 2 áratugi eru alþjóðlegir mannréttindasamningar, þá sérstaklega mannréttindasáttmáli Evrópu og úrlausnir eftirlitsstofnana hans. Eftirlitsstofnun, þegar fjallað um úrskurðarvald hvort mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar hafi verið brotin eða túlkun á ákvæðina því nauðsynlegt að hafa í huga tengsl þeirra við helstu alþjóðaskuldbindingar efni. Hún bara að segja allt annað, hún bara að segja, hún bara að segja það. Við höfum gert þessa samninga, við verðum að hafa í huga hvaða samningur við höfum gert, við verðum að taka þetta inn í okkar lög. Nú ég ætla að koma inn á þessa samninga. Þetta skemmtilegt umræðum mjög, vegna þess að málið það, þetta þín lestur á Björg og hann réttur. Ef að við hefðum einhverja siðferðisvitund sem samfélag, en Ísland hefur ekki siðferðisvitund sem samfélag því að það kennir alla þessa mannréttindasamninga og kallar á þjóðarétt. Og hvað þjóðaréttur? Hann engin. Og þegar þú ber fyrir þig mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna Evrópuráðsins, lög nr. 94 eða 5 sem þú sagði, ber þann fyrir þig í réttarsal, og þá segja þeir, nei, þessi lög gildi ekki hér. Þau gildi ekki. Það gildi ekki þetta er alþjóðs, þetta er þjóðaréttarsamningur og hann ekki íslensku lög. Og ekkert við erum búin að skrifa undir minnstakosti 21 eða 22 mannréttindasamninga sem þjóðríkið Ísland frá 1944. Ekkert af þeim virkar á Íslandi, engin, vegna þess þeir eru kallaðir þjóðaréttur sem að gildir ekki á Íslandi. Og svo setja þær þú ert að tala um mannréttindasáttmála Evrópuráðsins sem að Evrópuráðið var samningur mannréttindum frá Evrópuráðinu sem Íslendingar skrifuðu undir 1950 var færður í lög 1994, 30, 40 og eitthvað árum síðar. Með því að færa þau íslensk lög, ef þú berður saman samningin sjálfan, sáttmálan og íslensku lögin, þá búið að setja inn alls konar ákvæði sem kúgun í samningin, í lögin, sem ekki í samningnum. Það búið umbreyta samningur í afbrigði, sér íslensk afbrigði. Ok, að þú ert að tala um þjóðarétt. Við erum að tala um hvað breyttist mikið hérna 1994 með löguna þá sem tóku gildi 95. Mannréttindasáttmáli Evrópu, þetta kemur inn í stjórnarskrána hjá okkur og svo framvegis. Björg segir mannréttindi sem viðfangsefni þjóðaréttarins. Af því nú erum við ennþá, eins og við vorum á Alþingi fyrir 1874, að þverskallast við og neita að taka í mannréttindi og neita að fara eftir settum reglum sem eru hverju sinni. Þetta er flott skilgreining hjá þér einmitt á þjóðaréttinu. En býtum við, nú segir hún. Þetta er alveg sama sagt við kónginn 1874. Akkurat, nú segir hún, svo kemur aftur inn á landsdómsmálið sem margir menn voru svona ýmsa skoðun á því. Mannréttindahugtakið og hugmyndir nauðsyn þess að skrásetta helstu mannréttindi með grundvallarreglu í stjórnskipulagi ríkja á rætur að rekja sem fyrir sig til náttúrukenningar og stjórnspeki hugmynda á 17. og 18. aldar. Svo vorum að tala um áðan, vorum að tala um náttúrurétt og fólk hefði rétt til lífs og allt þetta. Áhrif mannréttindaregla gætti hins vegar ekki á vettvangi þjóðaréttarins fyrir löngu eftir að það voru almennt festar í stjórnarskrá. Áhrifin af mannréttindareglunum, áhrifin komu eftir þetta, sett í stjórnarskrána, svo komu áhrifin smá saman inn í þetta. Þetta er svona svo stórt olíuskip, þetta er hellingi að stoppa, þetta er hellingi að koma inn í lögin okkar, lögin eru sett, en þau eru bara ekkert viðurkennd fyrir bara jafnvel mörgum eða tugum ára seinna. Þú ert áttaði á því sem ég búin að upplifa eigin skinni stanslaust síðustu 8 árin, nákvæmlega að mannréttindi ekki til í samfélaginu. Ok, það var viðtekin afstaða á sviði þjóðaréttarins langt fram á 20. öld. Við erum að tala bara fyrir 25 ára þá.
að meðferð, sko hugsa, þetta ennþá á Íslandi, það var viðtekin venja þjóðaréttarins langt fram á 20. öld, af því menn voru að tala þjóðaréttarins samt við landsdómsmálið, eða landsréttarmálið. Og viðtekin afstaða á sviði þjóðaréttarins að langt fram á 20. öld að meðferð ríkja á eigin borgurum væri innanlandsmál. Að meðferð ríkja á eigin borgurum væri innanlandsmál. Men við erum ennþá í þessu fari hérna heima, veitum við. Má ég grípa inn í þetta núna? Nákvæmlega. Meðferð ríkja er innanríkismál. Meðferð ríkja á eigin borgurum er innanríkismál. Það er alveg hárrétt og algjörlega kristaltært. Og það er líka rétt að dómur Mannréttindadómstóls hefur ekkert gildi á Íslandi af því að það sem gerist á Íslandi er innanríkismál í dómstólum. En nú ætla ég að fara dýpra í það. Og það en við erum búin að lofa öðrum þjóðríkjum, það heitir alþjóðasamningur mannréttindi, Sameinuðu þjóðsamningurinn, fatlaðasamningurinn, Evrópuráðssamningurinn, allt þetta mannréttindi, Istanbúl-samkomulagið heimilisofbeldi, barnasáttmálinn, þetta allt saman mannréttindasamningar sem Íslendingar hafa undirritað og lofað öðrum þjóðum sem eru búa á þessari jörð, kúlunni, 200 þjóðríkjum eru til Sameinuðu þjóðsamningnum, 60 ríki undir Evrópuráðinu og þeir virða ekki reglurnar, þeir segja reglurnar eru fyrir hina þjóðaréttur. Svo þetta verði ekki á flókið, skiljiði, svo þetta verði ekki á flókið, af því ég sagði það áðan, þetta breyttist allt 1995. Þá koma mannréttindasáttmáli Evrópu, við setjum þetta inn í lögum mannréttindi. Þetta er sett inn í stjórnarskrá, sett inn í lög okkar lög. Það gerir, við áttum okkur því, það er bara 20 ára sem þetta gerist. En þetta smá olíuskipið, menn eru rétt að fatta þetta núna 20 ára setna, þeir eru allan ekki að fara eftir þessu skipið. Það er einn og að komast í gegnum það. Þess vegna er þjóðarétturinn, eins og Björg sagði áðan, þetta var hér áður fyrr, þetta gilti fyrir 20 ára. Það var viðtekin afstaða á sviði, þjóðaréttarins langt fram á 20. öld að meðferð ríkja og eiginborgurum væri innanlandsmál sem tengdist á engan hátt samskiptum þess við önnur ríki og félli því utan viðfangsefnið þjóðaréttar. Þetta var svona. Nú breytist þetta 95 þegar við tökum inn þessi mannréttindamál. Við erum ennþá að reyna að nota þessa túlkun samt við þjóðaréttin. Þetta gildi ekki fyrir okkur eins og með landsréttarmáli. Þetta bara hafi enga þýðingu. Okkur var bara að fara með málið út ef þetta hefur enga þýðingu. Menn eru að víkja svo undan þessu. Við viljum ekki, eins og vorum að tala um með stjórnarskrána, við erum ennþá í höftum, við erum ennþá staddir sent á 1870 eitthvað. Við erum staddir á tíma konu Dana og konus 1874. Og við erum að líka, hún segir hérna, afskipti ríkja af því hvernig önnur ríki fóru með borgara sína, töldust afskipta á innanlandsmálum og fullveldisrétti þeirra. Voru við ekki með þetta, var ekki alltaf voða vinsælt að tala um fullveldisrétti núna samt yfir landsréttarmál? Nú ætla ég að fara að grípa inn í þetta líka því að utanríkisráðherra þessara þjóðar hefur, sem að þeir fengu sæti Bandaríkjanna í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Ég var að fjalla á hann búinn að fara og kvarta undan innanríkismálum í Sádi-Arabíu, hann búinn að gera það einir í Filippseyjum, hann búinn að gera það í fleiri þjóðríkjum, hann kvartar undan því. Hvenær koma þau þjóðríki og kvart undan innanríkismálum á Íslandi sem er mjög nauðsynlegt að kvart undan því að sami utanríkisráðherra nú að kvart undan brotum annara utanríkisráðherra eða annara forsætisráðherra í heiminum, hann að brjóta mest sjálfur á Íslandi. Sko, svo segir hérna, bara beint inn í þetta sem við erum að ræða. Í byrjun 19. aldar, það er bara stutt eftir að fá stjórnarskrá. Þetta er bara svo samningurinn mannréttindasáttmála Evrópu og þessar sáttmála sem við skráðum undir Sameinuðu þjóðanna svona. Í byrjun 19. aldar tók samvinna aðgerð til að afnema þrælahald og þrælaverslu sem leiddi til þess að ýmsir milliríkjasamningar og aðra samningar voru gerðar á því sviði. Býta á svo, ekki farið eftir því? Jú, það farið eftir því. Ætlum við ekki að fara eftir þessu samning sem við skráðum undir? Ætlum við allt í einu bara að segja að við erum þjóðaréttur, við erum fullveldi og þetta kemur okkur ekki við? Nei, en við ætlum alltaf að víkjast undan samningu sem við erum búin að gera. Já, við erum komin inn í íslensk lög, eins og til þessum mannréttindi. Við erum búin að víkja undan, þjóðríkið eða Alþingi Íslendinga hefur vikið sér undan öllum
alþjóðlegum skuldbindingum varðandi mannréttindi. Þeir kalla það þjóðarétt, kenna það í háskólanum sem þjóðarétt, kenna það mjög nákvæmlega, fara í gegnum sáttmálana mjög nákvæmlega, en í þjóðarétti þá á engin réttin, engin. Vegna þess, hvernig ætlar að finna réttin í þjóðarétti? Hann er ekki til. Ef hann er ekki þinn réttur sem einstaklings, þá er hann ekki til. Og þetta er það sem hefur komið fram í dómstólum Íslands þegar ég hef farið þangað. Við Sturla Jónsson áttum líka einu svona skemmtilega fund með dómstjórann í Reykjavík sem þá var. Hver var það? Hann hét Eggert Óskarsson. Hvað hét hann? Og hann átti, við fórum og fund hjá hann og fengum hjá hann fund og við sýndum honum fullt af skjölum. Og meðal annars sýndum við honum skjal, ég man ekki hvað skjalið var, en það var alveg bara alþjóðlegur samningur, og þá segir hann við okkur, já, ég þekki þetta nú bara mjög vel, ég þekki þetta alveg rosalega vel, en þetta, ég þarf ekki að fara eftir þessu sem ég vilji. Vegna þess að þetta er alþjóðasamningur. Og málið er það. Já, hvenær var þessi fundur? Það er svona 7-8 ár síðan eitthvað, það er mjög langt síðan. Menn eru ennþá sko, hann var rétt eftir hrunið. Lögmenn, dómarar og stjórnmálumenn, hvort sem það er viljandi eða óviljandi eða með vitundi eða í meðundarleysi, eru fljúgandi íslenskt þjóðfélag eins og höfuðlaus og hænur. Þeir fatt ekki að það er búið að höggva hausinn. Já, sko, Jón Steinar Gunnlaugsson, hann er alltaf að kvarta undan íslensku rétti og sín Íslendinga á hvað heitir mannréttindi. Verið síðast í Morgunblaðinu í morgun núna, sumardaginn fyrsta, þá er grein sem hann skrifa, bara mjög góð, þar sem hann er að fjalla þennan dóma mannréttindadómstólsins sem þarf ekki að hafa gild á Íslandi. Það er alveg rétt, það er rétt, en við erum búin að setja það í samning, við erum búin að lofa öllum þeim ríkjum sem eru í dómstólum að virða niðurstöðans á Íslandi. Og það er ekki hægt að víkja sér undan því ef þú ætlar að hafa siðferði þjóðarinnar í lagi. Og þess vegna mitt siðferði segir það að svíkja Frakka, Breta og Rússa og þá sem eru og Dani og Normenn og þá sem bara þeir sem eiga fulltrúi í þessu, það eru 61 þjóðríki sem á fulltrúi sinn í mannréttindadómstólum, og segja við þetta sem er þetta fólk, nei, við hlustum ekkert á það sem þeir eru að segja, við ætlum ekkert að fara eftir, þeir eru ekki að túlka íslensk lög, þeir voru bara að taka alþjóðasamningi sem Íslendingar höfðu skrifað undir 1950, og það er það sem Jón Steinar Gunnlaugsson er alltaf að segja. Allir sem að reyna að hugsa, þeir eru alltaf, hann var ekkert að dæma Ísland, það kemur málin, það er kvarta og þá fara þeir bara í mannréttindasamninginn frá 1950 og hann er skýr og samkvæmt honum þá getur þetta ekki gengið. Íslenskt kerfi kemur þeim ekki við. Alveg sama og hún var að segja OECD fulltrúin þegar hún kom hingað, regluverkið ykkar er ekki í samræmi við neitt, en hún er ekkert að banna okkur að hafa regluverkið. Málið er það er bara í öfugu loforði við alþjóðasamninga sem við höfum skrifað undir fyrstir manna mjög oft, eins og fatlaðarsamningin, þar sem 167 þjóðríki skrifuð undir fyrsta daginn, og Íslendingar voru, ég man ekki hvort þið skrifuð undir í 10. sæti eða 20. Þannig er ekki ennþá virkur. Þetta var 2007, það er komin 12 ár síðan og þeir eru ennþá að vandræðast með þetta. Og málið er það, þá erum við búin að brjóta á öllum þeim sem voru hinir samningsaðilarnir. Og það er það sem Íslendingar eru að gera stanslaust. Þarna að því vorum að tala einu upphafi. Við vorum að tala í upphafi við vorum að tala í upphafi hérna að menn hafi mist umboð sitt. Eins og Björg sagði, sko, á þessu byggja síðan kenningar auðstöðu ríkisvaldsins að allt vald handhafa sé sprottið frá borgurunum og hlutverk ríkisins sé fyrst og fremst að varðveita líf þeirra frelsi. Í því markmiði samþykkja menn, ég og þú, að setja þessu undir ríkisvald. Við erum gefið ákveðið vald í okkar lífi. Við einnig höldum heimildis að segja ein lög sem ganga jafnt yfir okkur alla, okkur báða.
og treysta því jafnframt að þessi lög og framkvæmd þeirra fari ekki í bága við náttúrulega réttindi þeirra. Sérst, við erum að gefa þeim eitthvað vald með ákveðnum skilyrðum. Ef þeir uppfylla ekki þessi skilyrði, þá bregðast valdhafarnir þessu trausti til að fara með vald, missa þeir umboð sitt. Þeir missa það sjálfur með tómlæti eða aðgerðum. Bara ef þeir bregðast þessu, hvort sem það með aðgerð eða aðgerðarleysi, þá hafa þeir mist umboð sitt. Býtum við? Ég var að hugsa svo áhrif mannréttindasamninga á lagasetningu, eins og vorum að tala Landsréttarmálið. Árangur og áhrif alþjóðlegra mannréttindaskuldbindinga á íslensku rétti verða vitaskuld ekki aðeins mæld í fjölda dómsmála eða ágreiningsmála fyrir alþjóðlegum dómstólum eins og var núna, það hvort ríkið hefur brotið gegn skuldbindingum sínum. Mestu skiptir að tekið sér tillit til þessara reglna þegar við setningu laga og fyrirmæla sem byggjast á þeim og strax á því stigi sé tekin afstaða til ýmissa álitaefna samræmi við ákvæði mannréttindasamninga. Þannig ekki rísi ágreiningur síðar hvort lög kunna fara í bága við það. Þessar samningar sem við gerum. Áður við setjum lög, eigum við að vera búin að kanna hvort það fari í bága við þá samningar sem við höfum undirritað. Alþjóðasamninga og það var alþjóðasamningurinn sem var fjallað í MDM fyrir Vilhjálm Vilhjálmsson Landsrétt og samkvæmt alþjóðasamningnum þá stenst ekki landsréttur. Í mörgum ríkjum hefur verið komið á sérstöku kerfisbundnu eftirliti í undirbúningi lagafrumvarpa, annaðhvort á vegum ráðuneyta eða þjóðþinga, með því hvort löggjöf samrýmist alþjóðaskuldbindingum mannréttindi til þess að hindra að árekstar verði á milli þeirra í framtíð. Já, þetta er meginmál. Þetta er meginmál til þess að hafa hlutin í lagi. Ef að segja þetta gott í byrju? Já, Við erum að æsum bara upp eða eitthvað. Þetta er mjög gott.